Góðan daginn, Egill heiti ég, Þór Níelsson og er sérfræðingur hérna hjá Rannís og starfa að málefnum tengdum uppbyggingarsjóði ES hérna og með mér eru kollegar mínir í uppbyggingarsjóðsteymi Rannís. Við viljum bjóða ykkur kærlega velkomin á þennan fund, rafræna kynningafund þátttöku á nýju sjóðstímabili með áherslu á íslenska mögulega verkefnaaðila. Og það væri hérna kannski ágætt til að byrja með af því að þetta sett upp sem webinar og þið getið rétt upp hönd í lok fundar ef þið viljið eru með spurningar. En ef þið væri tilbúin að setja inn í spjallið einfaldlega hvort að hljóðið sé í lagi og glærurnar séu skýrar á skjánum hjá okkur, þá væri það gagnlegt. Frábært, gott að sjá. Þannig að dagskráin í dag er sem sagt á þann veg að það verður kynning frá skrifstofu uppbyggingarsjóðs ES í Brussel, FMO, sem að Borgar Þór Einarsson, varaframkvæmdastjóri, mun fara með og það er sem sagt uppbyggingarsjóðinn almennt og staðan á nýrri sjóðsáætlun. Að því loknu þá munum við hjá Rannís fara svolítið yfir okkar hlutverk sem áætlunarsamstarfsaðila og sérstaklega leggja áherslu á þau tæki sem eru framundan fyrir íslenska aðila og hvernig við getum þjónustað við ykkur. Og í lokin þá verða spurningar og svör. Við viljum eins hvetja ykkur öll til þess að skrifa inn spurningar í Teams-fundarspjallið á meðan kynningunni stendur. Og í lokin þá getum við komið þá að vonandi sem flestum spurningum sem að kunna koma upp á þeim tíma eða þá ef þið viljið leggja fram sem sagt með því að rétta upp hönd, en við komum að því á endanum. Við viljum vekja athygli á því að fundurinn er tekinn upp og birtur á vefsvæði Rannís svo að sem flest geti nýtt sér þessar upplýsingar og jafnframt munum við senda glærurnar á skráða þátttakendur. En þá er ekkert að vanbúnaði fyrir Borgar að taka við og kynna fyrir okkur uppbyggingarsjóð ES. Já, góðan daginn. Ég ætla að fara í stuttu máli yfir hlutverk uppbyggingarsjóðsins og tilhörð hans og tilgang. Uppbyggingarsjóðurinn þetta er sem sagt framlag Íslands og Liechtenstein og Noregs til að draga úr efnahagslegu og félagslegu misræmi milli svæðanna ES. Og það má segja að sjóðurinn og þetta framlag sé órjúfanlegur hluti af þeim réttindum og skyldum sem fylgja því af hálfu þessara ríkja að vera þáttakendur í innri markaði EES-svæðisins. Það er að segja, við njótum ávinningsins sem í því felst, en við tökum jafnframt á okkur þær skyldur sem aðilar að þessum innri markaði taka sér á herðar. Þetta hefur verið staðan síðan 94, þegar samningurinn tók gildi. En það má segja að síðan 2004, þegar skrifstofu uppbyggingarsjóðsins er stofnuð, hafi þetta svona formgerst með ríkari hætti. 2004 markar jafnframt þann tímapunkt þegar að þessi nýju ríki koma inn, það er að segja Austur-Evrópuríkin, þau koma flest inn þarna 2004 og þá verður svona eðlisbreyting á hlutverki sjóðsins og kannski það markverðasta er einkum tvennt, að þá er sjóðurinn, hann verður tvískiptur, annars vegar er þetta framlag þriggja EES-ríkja, Íslands, Noregs og Liechtenstein. Og hins vegar koma Norðmenn inn með sérstakan sjóð sem er stjórnað með sama hætti og EES-sjóður. Hitt atriðið sem að gerist 2004 er að þá er bætt við þessum tilgangi sjóðsins að efla tvíhliða samstarf milli viðtökuríkjanna og gjafaríkjanna. Og þetta er mjög snar þáttur í samningnum
og í raun og veru sérstaða samningsins í samanburði við þessa hefðbundnu uppbyggingarsjóði innan Evrópusambandsins. Og þetta auðvitað tilgangur fundarins í dag er að koma þessum, til að kynna þessi tengsl og þá möguleika sem að felast í þeim. Styrktartímabil sjóðsins því að skipt í 5 ára, 7 ára tímabil. Frá 2009 var ákveðið þetta, frá 2014 var ákveðið þetta verið 7 ára tímabil því að 5 ára tímabilinu voru stutt. Þetta fyrsta tímabil sem markað frá 2004 til 2009 þá voru þetta 1,3 milljarður evra. 2009 þá hækkar upphæðin í 1,8 milljarða og á síðasta tímabili sem við erum núna að klára þá erum að ræða 2,8 milljarða. Þá skiptist það þannig að ES-sjóðurinn var með 1,5 milljarð og norski sjóðurinn var með 1,3 milljarða. Við höfum núna gengið frá samningum dónorríkin hafa gengið frá samningum við Evrópusambandið nýtt sjóðstímabil. Það gerist í lok árs 2024 og þeir takja þetta eftir því að tímabilin eru skökk, þar að segja þau í rauntíma erum við að byrja núna tímabilið 21 til 28 og það á sér þær skýringar að það eruðum talsverðar tafir á því að gengið var frá samningum. Það eru flóknir samningar að semja við Evrópusambandið, það þarf fyrst auðvitað að skilgreina upphæðina og semja hana og þar auðvitað líka að ræða samkomulag við Evrópusambandið markaðsaðgang fyrir þessi 3 ES-ríki og í raun og veru, eins og þetta hefur stundum verið kallað að upphæðin aðgöngumiðin að innri markaðnum og hún í beinu samhengi við þann markaðsaðgang sem að ríkin semja En það ekki bara upphæðin sem samið heldur þarf að semja áherslur á nýju sjóðstímabili og dónorríkin að gjafaríkin setja sér ákveðin markmið í því og eru með sínar áherslur en það þarf að semja það við framkvæmdastjórnina. Og eins og verður nánar farið yfir í kynningun og eftir þá afurðin af þessu samkomulagi á endanum svona matseðill af áætlunum og síðan sami við einstök ríki hvað af þessu matseðli verður í boði í hverju einu ríki. Þetta eru 15 ríki sem að við erum í samstarfi við eða sem við styrkjum. Þar Pólland langsamlega stærst. Þeir eru með ríflega 800 milljónir evra á tímabilinu. Þessu nýja tímabilinu. Þar fast á eftir. Aðeins að útskýra hvernig skipulagið á þessum áætlunum. Við semjum auðvitað við, nú eru afstæðnir samningarnir við framkvæmdastjórnina, nú erum við að semja við hvert og eitt viðtökuríki hvaða áætlunir verða keyrðar þar og undir hverri áætlun eru síðan verkefni, eða projekt. Og þetta skipulag sem við höfum núna keyrt á síðustu 2 tímabil og hefur auðvitað reynst mjög vel og ég get nefnt sem dæmi að árangurinn á síðasta tímabili eða það sem að tókst að gera þar sem að tókst að hrinda verkefnum framkvæmd og fjármagna tæplega 90% af því fé sem var til ráðstöfunar. Og þetta á pari, mjög nálægt því að vera á pari við það sem að gengur og gerist í uppbyggingarsjóðum Evrópusambandsins sjálfs, sem að þó eru mun einfaldari áætlanir. Þannig að árangurinn í okkar verkefnum eftir þetta verður í þessu ljósi.
Staðan núna þannig að samstarfssamningar hafa verið undirritað við 12 ríki og við erum mjög nálægt í að ganga frá samkomulagi bæði við Slóveníu og Rúmeníu og ég held að það er undirritað samningi við Rúmeníu núna miðjan maí og þetta verða þá síðustu ríkin. Ungverjaland hefur verið, þar hefur verið mikil vinna í gangi að undirbúa samkomulag við Ungverjaland og það voru kosningar þar síðustu helgi sem að gefa okkur fyrirheit að það náist að ganga frá samkomulagi við Ungverjaland. En það verður væntanlega ekki alveg á næstu vikum. Og þegar þessi samningar hafa verið undirritaðir, þá tekur auðvitað við sú vinna að fara í uppbyggingu áætlananna í hverju landi og þar er ábyrgðin á viðkomandi viðtökuríki fyrst og fremst, en við auðvitað sinnum okkar höfum yfirsjón og beitum stuðning þar sem þessi þörf. Og löndin eru núna að auglýsa sín eigin, það sem við kallum verkefnaköll, og sum þeirra eru opin fyrir íslenska samstarfsaðila. Það sem ég ætla að nefna aftur þetta tvíhliða samstarf sem er snart þáttur í samningnum og skilur hann að mörgu leyti frá hefðbundum uppbyggingarsjóðum sem eru þetta mjög öflugir líka inn á þessu svæði. En það er þessi tvíhliða tengsl sem við erum að styrkja og hugmyndin auðvitað er svo að það samstarf geti orðið og hafist með þessum styrkjum en síðan haldið áfram og átt þannig líf umfram sjóðstíðanbili sjálf. Og þetta er samstarf sem er mjög vel metið í viðtökuríkjunum og við heyrum það mjög oft að þetta er það sem að skilur sjóðin okkar frá og býr til raunveruleg viðskiptatengsl eða önnur tengsl í samstarfi milli aðila í EES-ríkjunum og viðtökuríkjunum. Við nefnum þarna að 38% verkefna á síðasta sjóðstíðanbili höfðu samstarfsaðila frá gjafaríkjunum og við eigum fastlega von á því að það hlutfall minnki í það minnsta ekki. Ég ætla að öðru leyti að vísa í kynninguna sem við tekum núna á hálfu Rannís og hvet ykkur eindregið til að fylgjast með og hafa samband við Rannís ef áhugi er fyrir hendi á þáttöku í einstökum verkefnum. Að öðru leyti þakka ég fyrir mig og vonast til að fundurinn í dag verði gagnlegur og góður fyrir ykkur öll. Takk. Meira þakkir við þetta Borgar. Virkilega gott og gagnlegt yfirlit. Í framhaldi af kynningunni hjá Borgari þá ætlum við núna að fara svolítið í gegnum í raun og veru svolítið íslensku hliðina og tækifærin sem eru fyrir íslenska samstarfsaðila í verkefnum á vegum uppbyggingarsjóðs EES. Og við munum leggja mesta áherslu á þær einmitt áætlanir sem að hafa að gera með tvíhliða samstarfsmöguleika íslenskra aðila. Það er auðvitað, eins og nefnt var, alls ekki þannig að allar áætlanir gera ráð fyrir tvíhliða samstarfi en við svona leggjum fyrst og fremst áherslu á þær áætlanir. Til að byrja með þá er þetta sem sagt svolítið forgangsröðun sem er nefnd á vefsvæði utanríkisráðuneytisins uppbyggingarsjóði EES og hvað í raun og veru uppbyggingarsjóður EES getur gert gagnvart á íslenska þekkingarsamfélaginu. Hann í raun og veru að sjóðurinn skapa tækifæri fyrir íslensk fyrirtæki, stofnanir, frjálsfélagasamtök og einstaklinga til að taka þátt í verkefnum með samstarfsaðilum í viðtökuríkjunum. Og þannig er lykilatriði að þetta er alltaf með samstarfsaðilum í viðtökuríkjunum og eiginlega nánast undantekningarlaust eru það aðilarnir í viðtökuríkjunum sem er að leiða verkefni. Og uppbyggingarsjóður EES er með mjög fjölbreytt svið en þau áhersluatriði sem að
eru til staðar fyrir þetta nýja tímabil eru verkefni á sviði rannsókna, nýsköpunar, menntunar, menningar, orku, umhverfismála, en jafnframt samfélagslegra umbóta, mannréttindamála og þar með talið jafnréttismála. Og þar af leiðandi þá hefur það augljóslega svolítið áhrif á hvar við hjá Rannís erum að leggja áherslu á vinnu gagnvart sjónum. Og það sem að Borga nefndi eru þessar megin áherslur sem við tökum alltaf inn þegar við erum að kynna sjóðinn, þar að segja að það megin markmið sjóðsins að draga úr efnahagslegu og félagslegu misræmi á milli svæða innan EES og að stuðla að eflingu tengsla á milli gjafaríkjanna og gjafaríkjanna Íslands, Noregs og Liechtenstein og viðtökuríkjanna 15. Það sem mikilvægt kannski átt að sjá fyrir þessa nýju áætlun að það eru 3 megin áherslur. Það eru mjög sambærilegar og að mörgu leyti á seinasta tímabili, þar að segja lýðræði, réttarríki og mannréttindi og inngilding og viðnámsdráttur. Jafnframt núna græn umbreyting, sem sagt eina megin áherslunum, og þegar þið eru að horfa á möguleg tækifæri fyrir ykkur gagnvart verkefnum í uppbyggingarsjóðnum, það mjög mikilvægt að minnsta kosti ein af þessum megin áherslum eigi við eitthvað verkefni. Það getur auðvitað verið fleiri en ein. Og við förum aðeins betur í það út frá áherslunum á eftir hvernig það getur virkað. Og að sama skapi mikilvægt að nefna stafræn umbreyting sem sagt þvert á áætlanir sem og jafnrétti kynjanna, sem eins eitt af kjarnagildum sjóðsins í öllum áætlunarsviðum. Og Borga nefndi áðan blábókina sem svona ákveðin kannski matseðil fyrir viðtökuríkin, af því að þessi sem sagt hlekkur hérna sem þið getið svo farið á að skoða þessa 2 blaðsíðna útskýringar á hverju sviði fyrir sig gríðarlega gagnlegt að gera, af því að þarna sjáið þið í raun og veru svolítið kjarna niður óháð því í hvað viðtökuríkið það hvað í raun og veru hver áætlun fyrir sig á að fjalla og hefur að sjálfsögðu þá áhrif á þessi opnu köll sem að munu koma í mismunandi viðtökuríkjum út frá mismunandi áætlunum. Þetta eru 15 áætlunarsvið og svo þetta 3 sér sjóðir, og það sem að viðtökuríkin í raun og veru gera með þessar upplýsingar að velja sér áætlunarsvið sem að þau vilja séu í sínu ríki. Svo þar af leiðandi mjög misjafnt líka eftir stærð viðtökuríkjanna, þar að segja hversu mikla fjármuni þau hafa, og líkt og Borga kom inn að það Pólland stærst, Rúmenía næststærst og svo framvegis. Þá hefur áhrif á bæði hversu mörg prógram út frá þessum áhersluatriðum sem eru hérna þau geta verið með, og eins hversu stórar áætlanir þeirra Og það sem að við ætlum svo að koma inn á núna svolítið hlutverk Rannís, þar að segja og sérstaklega hvernig við getum stutt við ykkur til að setja það í samhengi, af því að núna sem sagt þessi fyrsti rafræni kynningarfundur nýtt tímabil, að í raun og veru fyrsta MOU-ið eða viljayfirlýsingarnar nýtt tímabil, þær voru undirritaðar fyrir rúmu ári og það var í Póllandi sem að fyrst undirritað, og við tekur þá þetta upp að 12 mánaða tímabil þegar kemur að því að fara svo í að undirrita program agreement, eða í raun og veru það sem að við erum svo að fara að vinna með og kynna fyrir ykkur þegar kemur að köllunum. Svo núna það ferli að klárast í Póllandi og það búið að undirrita 5 program agreement þar meðal í hagnýtum rannsóknum og grunnrannsóknum, menningu, og svo eru 2 áætlanir Green Business sem í það sem heitir Norway Grants og Local Development eða staðbundin þróun sem líka í Norway Grants fyrir Pólland, og í næstu viku verður undirritað fyrir græna umbreytingu eða Green Transition, og þá munum við hafa frekari upplýsingar sem sagt orku og umhverfistengt verkefni þar.
Við viljum bara draga þetta fram af því að þetta svolítið langt ferli og við höfum sett inn hlekki inn á allar þær undirritanir, 12 af þessum 15 viðtökuríkjum sem hafa átt sér stað. Þannig að fólk getur líka fylgst með ferlinu út frá því, en það sem að við viljum náttúrulega kannski fyrst og fremst leggja áherslu á hérna þetta hlutverk Rannís, af því að það sem að við erum mest sýnileg gagnvart eru auglýsingar á tækifærum og það verður í viðtökuríkjunum 15 og svo eru sérstakar áætlanir þar sem við erum áætla með samstarfsaðilar. Nýta hérna tækifærið og kynna okkur fyrst að við sitjum hérna 4 saman úr uppbyggingarsjóðsteyminu. Við kannski kynnum okkur og segjum frá hvaða áætlunum við erum svona fyrst og fremst áætlanir fyrst og fremst að sýsla með. Ragnhildur byrja. Já, sæl og blessuð. Gaman að sjá hvað eru margir mættir. Ég heiti Ragnhildur Soga og ég hef verið að sinna menningarverkefnum og núna verður menningin sem við munum sinna núna verður í Póllandi. Þar þeir hafa ákveðið að setja stóran hluta í fjármagns þar og síðan Portúgal, Tékkland og Slóvakía sem við verðum tengiliðir við. En síðan Rúmenía og Búlgaría líka með verkefni, menningarverkefni og við höfum alveg aðstofað fólk við að reyna að finna sér tengiliði ef þarf. Takk fyrir. Já, ég heiti Katrín og ég verð með grænu umskiptin og verð þá tengiliður við þá áætlun og hún stærst í Póllandi og Króatíu og Rúmeníu. Það svona þessi lönd sem eru núna nokkuð örugg. Vitum ekki með Ungverjaland. Látum það liggja á milli hluta. Gaman að sjá okkur. Já, gaman að sjá okkur öll. Frábær mæting. Ég heiti Andrés Pétursson og ég sé svo kallað bláa hagkerfi í Portúgal. Sem hann tengist á mikið kannski vestur svona fyrirtækjum og svoleiðis. Við vinnum þetta með Íslandsstofu, þannig að þar gott samstarf. Ég líka með sem svona eiginlega þvert á sem eru menntaverkefni. Þau sem voru á síðasta tímabili, þar var í flestum löndum eða mörgum löndum var sérstakt menntaverkefni en það mjög lítið núna en það samt menntaverkefni inn í mörgum af hinu verkefnum. Þannig að þetta svona, ég veit að þetta hljómar dálítið flókið og en látið ekki hugfallast. Ég búinn að vera í þessum Evrópubransa í 30 ár og ég oft mjög ruglaður og það tekur tíma. Þannig að ef ykkur finnst þetta flókið þá ekki til þess að skamma sig fyrir. En ég langar líka að minnast aðeins á hins svo kallaða Civil Society Fund sem sérstakur sjóður fyrir frjáls félagasamtök og sem vinnur að verkefnum á sviði mannréttinda og að byggja upp starfsemi þessara félagasamtaka í þessum löndum. Það 10% af heildarfjármagni sjóðsins fer í þennan sjóð en þau sem eru á þessu sviði, ég hvet ykkur til þess að hafa samband við mig því að þetta svona aðeins öðruvísi reglur eða þetta byggist aðeins öðruvísi upp. En ég held ég láti þetta duga í bili. Já, takk kærlega fyrir þetta og ástæðan fyrir að við drögum þessa kláru upp og okkar svona vinnu hér að þetta þetta rosalega fjölbreyttur sjóður og mörg áætlanasvið. Á seinasta tímabilið þá var Rannís með það sem heitir var áætlanasamstarfsaðili eða DPP, Donor Program Partner, gagnvart 4 áætlunum í 4 löndum. Á þessu tímabili þá nú þegar komið inn fyrir 11 áætlunir í 6 löndum og við gerum fastlega ráð fyrir að verði 13 áætlunir í 7 löndum í heildina þegar að gengið hefur verið til samninga við Rúmeníu en það hefur ekki verið gert á svo stöðu. Þannig að og þið getið séð hérna aðeins áætlunirnar eins og hefur verið komið inn á gagnvart menningu, grænum umskiptum,
staðbundin þróun og bláa hagkerfið og bláa hagkerfið sérstaklega því leyti að það nýsköpunaráætlun sem hefur einnig að gera og hefur einnig sem sagt köll rannsóknarverkefni og menntaverkefni og það sem nýtt fyrir okkur í raun og veru sérstaklega að nú erum við með DPP-hlutverk gagnvart staðbundinni þróun. Við erum að fara að sinna EES-sjóðnum fyrir borgaraleg samtök og eins erum við að sinna grænum umskiptum og í góðu samstarfi við umhverfis- og orkustofnun sem hafa verið með okkur í sérstaklega þessu ferli þegar kemur þessu fyrsta ári sem við vorum að lýsa þegar það þarf eins sérþekkingu á málefnum orku og loftslagsmála og svo framvegis. Og eins viljum við vekja athygli á að annars með nýtt á þessu tímabili sérstök áhersla til að takast á við afleiðingar innrásarinnar í Úkraínu og þetta sem sagt 183 milljónir evra í heildina í bæði þá EEA og Norðurlands og 100 milljónir EES megin í því og þetta sem sagt verkefni sem eru framkvæmd innan viðtökuríkja sjóðsins og þetta ekki beint samstarf á milli íslenskra aðila við aðila í Úkraínu, heldur þetta þó verkefni sem íslenskir aðilar geta lagt eitthvað til gagnvart sem að fara fram í viðtökuríkjunum 15 þá. Til að svona útskýra gagnvart ykkur sérstaklega þetta aðeins betur þar sem að við erum með kynningu frá skrifstofu uppbyggingarsjóðs EES í Brussel og það samræmingaraðilinn fyrir sjóðinn í heild sinni. Við sem áætlunarsamstarfsaðilar erum fyrst og fremst í þessari hugmyndavinnu en þó aðallega til að kynna tækifærin og þá og áætlunarsamstarfsaðilar eru sem sagt Donor Program Partners eru á Íslandi, í Noregi og í Liechtenstein og okkar markmið fyrst og fremst einfaldlega að veita upplýsingar tækifæri í uppbyggingarsjóði EES fyrir íslenska aðila til samstarfs við viðtökuríkin 15 og eins getur það samstarf falist í sér að það séu verkefni sem íslenskir og norskir aðilar sem dæmi eru í samstarfi við viðtökuríkin. Flæði fjármagn sem skiptir svolítið máli gagnvart ykkur sem mögulegum verkefnaaðilum af því að það sem sagt alltaf landsmiðstöð í hverju viðtökuríki fyrir sig. Þetta yfirleitt ráðuneyti sem fara með Evrópusjóði almennt í sínu landi og við svo sem erum í litlu samskiptum við þau en við erum í miklum samskiptum við áætlunarstjórnanda, það að segja program operator. Og þetta gjarnar til dæmis systurstofnanir Rannís í þessum viðtökuríkjum eða annarra stofnana á Íslandi sem að fara með þau málefni og þetta eru aðilarnir sem eru að fara að auglýsa þessi köll og eru að fara að greiða út sem sagt styrkina til verkefnina. Verkefnastjórarnir eru að öllu jafnan nánast undantekningarlaust aðili í viðtökuríkinu en svo geta þá aðilar frá Íslandi, Noregi og Liechtenstein komið inn sem verkefnaaðilar frá gjafaríki. Og ástæðan fyrir þetta skiptir líka máli í þessu samhengi að Rannís veitir enga beina styrki gagnvart uppbyggingarsjóði EES. Við erum til ráðgjafar og kynningar en fjármagnið alltaf að koma frá viðtökuríkinu. Þannig að það hefur auðvitað svolítið áhrif á þannig að það bara ólíkt mörgum öðrum sjóðum sem Rannís sýsla með. Við viljum vekja athygli á því svo að árangur íslenskra aðila á seinasta tímabili var bara við teljum góður. Það voru 238 verkefnaaðilar sem tóku þátt í 431 verkefni og í þá 12 viðtökuríkjum og hlutfallslega svona fyrir Ísland það bara mjög vel að sér vikið og við tókum eftir því kannski sérstaklega út frá þeim sviðum sem að Rannís var þá að þjónusta á Íslandi gagnvart uppbyggingarsjóðnum á seinasta tímabili sem voru menntaáætlanir, nýsköpunaráætlanir, rannsóknaráætlanir og menningaráætlanir að í þeim áætlunum þar sem við vorum DPP eða áætlunarsamstarfsaðili að þá var ennþá hærri þátttaka frá íslenskum aðilum og við vonumst auðvitað til þess að geta
stuðlað að því að það verði sem mest þátttaka frá íslenskum aðilum í samstarfsverkefnum á nýja tímabilinu. Hér svo hlekkur sem hægt að ýta á í framhaldi af kynningu fyrir fáið glærurnar, þar sem að hérna upptaka af uppskeruhátíð seinasta tímabils sem fór fram hérna í Reykjavík í fyrra, eða fyrir ári síðan. Þetta tæpur. Og fjölbreytt verkefni sem uppbyggingarsjóður EES styrkir til góðra verka og á Íslandi þá var þetta bara virkilega góð þáttaka við teljum á seinasta tímabili, en auðvitað viljum við að það verði ennþá betri á næsta og nýja tímabilinu sem að hefjast hafið núna. Við viljum tiltaka nokkur svona atriði fyrir ykkur sem mögulegir umsækjendur sem að koma gjarnan upp þegar uppbyggingarsjóður EES ræðir. En kannski fyrst og fremst til að byrja með þá viljum við svolítið leggja áherslu á að því að Rannís með umsjón gagnvart 8 mismunandi alþjóðlegum samstarfsáætlunum og uppbyggingarsjóður EES ekki kannski hefðbundin alþjóðlegur samkeppnissjóður eins og mörg ykkar þekkja til dæmis frá Horizon Europe. Megin áherslan á viðtökuríkin sjálf. Tvíhliða samstarfi aðila í gjafaríkjunum eins mikilvægt og þá kannski ekki síst í þessum áætlunum sem við höfum verið að leggja áherslu á eins og rannsókn og nýsköpunaráætlanir, menningu, græn umskipti og svo framvegis. Svo það tækifæri til samstarfsverkefna, en þetta svolítið ólíkt samstarf frá sumum öðrum samkeppnissjóðum sem að þau kunna að þekkja. Við viljum eins leggja áherslu á gagnvart íslenskum aðilum því að þetta svolítið, enska heitið EEA and Norway Grants og skiptist nánast til helmings, þar að segja EES hlutin aðeins stærri, en það hefur þau áhrif fyrir okkur á Íslandi að íslenskir aðilar ekki gjaldgengir öllu jafnan í því sem styrt af Norway Grants. Það getur verið þannig að köll séu þá fjármögnuð eða áætlun séu fjármögnuð bæði EEA og svo Norway Grants og svo ákveðin köll sem þá fjármögnuð af EEA Grants og þau þá gjaldgeng í þeim hluta áætlunina. Í sumum tilfellum þau fjármögnuð af báðum sjóðunum og þá þetta hlutfallslega eitthvað sem þið hafið möguleika á. En það sem að við munum reyna að gera sérstaklega gagnvart þeim áætlunum, það sem við DPP áætlunum samstarfsaðilar, þær að mestu leyti fjármagnar að fullu af EEA Grants og það ekki yfirleitt vandamál en þó ekki alltaf. Þannig að sum köll innan þeirra verða Norway Grants og við munum bara reyna ef við munum gera það einskýrt og við getum hvar í rauninni ykkar möguleikar og svolítið síja úr af því að þetta náttúrulega fjölmörg tækifæri sem að fara að koma og öll opin köll birt á vefsvæði uppbyggingarsjóðs EES en svo skiptir að máli fyrir mögulega umsækjendur á Íslandi að vita ég gjaldgengur eða ekki og þá þetta líka ein af grunnspurningunum hvaðan kemur fjármagnið, þetta úr EES eða EEA Grants eða þetta fjármagnað út frá Norway Grants og þá við ekki með aðgang. Og þetta eitthvað sem að þið getið séð, ég geta séð strax á kallinu, en við munum reyna að skýra að bestum eins vel og við getum þegar við erum að auglýsa þau tækifæri sem framundan. Og það mikilvægt að hafa í huga að öllu jafnan sá sem leiðir verkefnið aðili í viðtökuríki og það bara örfá undantekningatilfelli sem að eiga eiginlega ekki við þegar við erum að tala opnu köllin og samstarf við aðila á Íslandi, Noregi og eða Liechtenstein ekki alltaf skilyrði en líkt og við nefndum í þessum áætlunum þar sem að við erum að fara að leggja mestu áherslu á að kynna gagnvart íslensku þekkingarsamfélagi að þar öllu jafnan gert ráð fyrir samstarfsaðila en auðvitað þó ekki alveg alltaf.
og viðtökuríkin halda sem sagt utan framkvæmd hverrar áætlana fyrir sig. Við höfum gert kannanir og fengið í raun og veru endurgjöf frá verkefnaðurum frá seinasta tímabili og þar seinasta. Og það sem kemur gjarnan upp að þetta getur orðið á bjúrókratískt og reynst þungt í vöfum af því að það verið að fara líka eftir landslögum í viðtökuríkjunum þegar kemur að sjóðastjórnun og hvernig verkefni eru gerð upp. En það hins vegar vinna sem að það má það leiðir þegar kemur að einföldun á uppgjörum og svo framvegis. Svo við erum eins til sem sagt viljum vera aðstoða þegar að vandamál koma upp í þessum efnum í verkefnum hjá okkur. En hins vegar almennt þá ganga verkefni bara vel og það ekki vandamál í tengslum við þetta, en þetta þó atriði sem ekki hefur komið upp og við viljum ekki stinga hausnum ofan í jörðina gagnvart. Það eins mikilvægt fyrir ykkur sem að þekki sjóðinn átta ykkur á því að áherslur innan viðtökuríkjanna kunna hafa breyst á milli áætlana og líkt og Andrés kom inn á áðan að þá það breytinga, það til dæmis einungis ein svona hrein menntaáætlun á nýja tímabilinu og hún í Tékklandi. Það menntahluti í bláum hagvexti í Portúgal og það eru menntatengd verkefni sem eru styrkt undir öðrum áætlunum eins og í grænum umbreytingum, í staðbundinni þróun og í rannsóknaráætlunum kunna aðilar sem að hafa verið að sækja menntunaráætlunum að sjá tækifæri núna. Svo að þó að séu breytingar á milli tímabila, þá eins mikilvægt að átta sig á að það geta verið tækifæri sem að maður sá ekki fyrir endilega á seinasta tímabili að koma upp núna. Og eins viljum við benda á að aðgengi íslenskra aðila að rannsókn og nýsköpunaráætlunum mun meiri á þessu tímabili heldur en því fyrra. Sem dæmi af því að við erum svo að fara að koma núna inn á þau tækifæri sem stóru tækifæri sem að birtast fyrst, sem til dæmis í Póllandi í rannsóknaráætlunum tveimur, að til samanburðar á seinasta tímabili þá numu þær 110 milljónum evra, það að segja það sem heitir Basic Research og Applied Research. Og af þeim 110 milljónum að þá voru einungis 10 milljónir sem voru fjármagnaðar af EEA-grants, 100 milljónir af Norveg-grants og þar leiðandi innan 10% sem að íslenskir aðilar höfðu möguleika gagnvart, en á þessu nýja tímabili að þá eru þær að fullu bæði Applied og Basic fjármagnaðar af EEA-grants. Það eru þá 60-80 milljónir, þannig að 140 milljónir evra sem að eru sem sagt rannsóknaráætlanir sem að voru mjög takmarkað opnar á seinasta tímabili. Svona til dæmis. Ranni sem sagt þá DPP-arinn á Íslandi og þetta auðvitað hlutfallslega, við erum líkt og Liechtenstein með einn aðila í raun og veru. Í Noregi það 15, en það gerir það líka að verkum, og þetta eru sem sagt opinber aðilar í gjafaríkjum sem að sinna þessu hlutverki, að vera í góðu samstarfi við alla hagaðila á Íslandi og við bara vonumst til þess að vinna sem nánast með og líkt og Andrés nefndi þá var gott samstarf við Íslandsstofu á seinasta tímabili og við bara virkilega vonum að það haldi áfram og svo eru aðilar eins og Mannréttindastofnun, Samtök íslenskra sveitarfélaga og svo framvegis sem að við viljum vinna mjög vel og ná með og höfum unnið mjög vel með Umhverfis- og orkustofnun sem að þar liggur gríðarleg þekking á sjónum sem mikilvægt að virkja og grunn í raun og veru takmarkið að sjálfsögðu alltaf að íslenskir aðilar vonandi bara hafi sem mestan hag af því að taka þátt í samstarfsverkefnum með uppbyggingarsjóðsins. Og líkt og við höfum nefnt að þá munum við auglýsa sem sagt þessi tækifæri opnu köll í öllum DPP-áætlunum sem að við verðum í, en eins munum við vekja athygli á tækifærum sem sérstaklega við mögulega samstarfsaðila á Íslandi. Og Andrés búinn að vera að svara og setja inn í spjallið, en sem sagt hlekkur á gagnagrunn frá seinasta tímabili, mjög
flottur gagnagrunnur sem að FMO stendur fyrir og þar hægt að sjá alla verkefnaaðila frá Íslandi á seinasta tímabili en einnig viðtökuríkjunum og hinum gjafaríkjunum. Og þar getið svolítið máta ykkur við líka hvað aðilar hafa verið að taka þátt og ef þið fara á það aðilar þá getið þið líka skoða þau verkefni sem að þessir aðilar hafa tekið þátt í og vonandi hjálpar ykkur við að svona finna aðeins út líka hvaða átt þið getið farið með slíkt samstarf. En næst viljum við svo fara í að kynna þessi fyrstu köll sem að koma og verða auglýst á næstu vikum og mánuðum og líkt og hefur verið komið inn á þá Pólland fyrsta viðtökuríkið til þess að fara í þá vegferð og ég fæ að gefa orðið á Ásdísi Jónsdóttur sem sektorofessor fyrir rannsóknir og menntun hjá skrifstofu Byggingarsjóðsins í Brussel. Takk. Já, takk Egill og gaman að sjá okkur öll. Eins og Egill segir þá ég sérfræðingur og sé allar áætlanir á sviði rannsókna og menntunar. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá því sem að þið hafið auðvitað öll verið að bíða eftir. Hvernig munu þessi köll líta út? Áherslur okkar í rannsóknum eru fyrst og fremst á að efla gæði í rannsóknum í viðtökuríkjunum. Við viljum svona til lengri tíma auka þátttöku þeirra eða auka möguleika þeirra á að keppa fjármagn í Evrópuáætlununum og síðan efla rannsóknarsamstarf eða í raun og veru alþjóðavæðingu sem þýðir í okkar samhengi rannsóknarsamstarf á milli þessara ríkja og svo gjafaríkjanna sem Ísland, Noregur og Liechtenstein. Við erum líka á þessu tímabili að efla framlag til rannsókna til samfélagslegra áskorana. Þar með talið samtal við samfélagi, það er að segja samstarf út fyrir akademíuna, til dæmis við frjáls félagasamtök, við stjórnvöld, við fyrirtæki og svo framvegis. Við erum þvert yfir að leggja áherslu á þverfagleika og þvert yfir að leggja áherslu á að auka tækifæri fyrir unga vísindamenn og konur í vísindum. Og við erum eins og Egill segir búin að ljúka samningum við Pólland, við erum að vinna núna samninga við Tékkland og Portúgal og vonandi kemur líka Rúmenía inn með rannsóknar kall. Þegar kemur að menntaáætlunum þá eins og Egill sagði þá erum við með eina áætlun í Tékklandi lýðræðis- og borgaramenntun, verður áherslan þar og það verða 4 köll 2027 fyrir samtals 20 milljónir evra og svo erum við með líka áætlun á sviði staðbundinnar þróunar í Króatíu þar sem áherslan verður á STEM-menntun og Ísland getur líka tekið þátt í. En þegar kemur að Pólandi, þetta eru gríðarleg tækifæri. Þetta eru 2 rannsóknaráætlanir og og 2 stærstu köllin eru með frest á þessu ári og ég vil leyfa mér að fullyrða að þetta séu stærstu tvíhliða áætlanir rannsóknir sem að Ísland tekur þátt í. Og í heildina þetta 132 milljónir evra sem eru 19 milljarðar króna í þessum 2 áætlunum í hreinum rannsóknarköllum við Pólland og þar sem krafa samstarfsaðila frá Íslandi, Noregi eða Liechtenstein. Þannig að það eru gríðarleg tækifæri fyrir að auka samstarfi við Pólland. Að auki kall upp á 15 milljónir evra fyrir konur í tækningarinnum í Pólandi. Það sem verður ekki gerð krafa á að vera með samstarfsaðila frá Íslandi, Noregi eða Liechtenstein en það verður samt hægt að vera með samstarfsaðila. Og svo í ofanálag erum við líka með minni köll sem kallast Coordination and Capacity sem eru ekki rannsóknarverkefni en sem stuðningsverkefni í báðum þessum áætlunum. Fyrsta áætlunin sem við sjáum hérna á skjánum á glærunni áætlun grunnrannsóknir í Pólandi. Það National Science Center í Krakow sem heldur utan þessi áætlun. Fyrsta kallið, við erum að vinna núna fyrsta kallið sem heitir Grieg. Öll köll hjá þessu stofnun heita eftir tónlist og þess vegna það Grieg að því var Grieg síðast að því þá hafði Ísland ekki aðkomu en það annað kall sem heitir Langspil eftir íslenska hljóðfærinu Langspil. Það verður úthlutað þessi 50 milljónum evra sem eru 7 milljarðar íslenskar króna í gegnum þetta fyrsta kall. Verkefnin á bilinu 800.000 evrur til 1,5 milljón
og þetta eru allt 3 ára verkefni. Það verður opnað fyrir umsóknir núna í júní og fresturinn í september og þetta óheppilegt að opna svona rétt fyrir sumarfrí, við áttum okkur á því, en það bara óhjákvæmilegt því að af því þetta eru 3 ára verkefni þá þurfum við bara þennan tíma og þess vegna liggur pólverunum á að opna kallið sem fyrst. Verkefnin munu öll þurfa að falla undir að minnsta kosti eitt af þessum 3 áherslusviðum uppbyggingarsjóðsins fyrir þetta tímabil sem græn umbreyting, lýðræði, réttarríki og mannréttindi og inngilding og viðnámsþróttur resilience en það opið fyrir öll fagsvið þannig að það bara verkefnina sjálfra að útskýra umsækjendana að útskýra hvernig verkefnin tengjast þessu þannig að þetta snýst ekki ákveðin fagsvið ákveðin þemu sem slík en í þessari áætlun eins og ég sagði áðan áhersla á þverfaglegar rannsóknir en það líka á norðurslóðarannsóknir eða pólar báða pólana en það verður væntanlega aðalega þá á norðurslóðarannsóknir og líka á hug- og félagsvísindi. Verkefnastjórarnir eru alltaf í Pólandi þannig að þessu ekki stýrt frá Íslandi eða frá samstarfsaðilunum í Noregi, Íslandi eða Liechtenstein en til þess að segja ykkur aðeins frá því sem líka síðan framundan aðeins lengra það verður opnað fyrir umsóknir fyrir kall þetta langspilkall sem kall þverfaglegar rannsóknir eingöngu upp á 12 milljónir evra og í sumar verður undirbúningskall sem svona fjármagn til þess að skrifa umsóknir eða hittast networka og fyrir þetta langspilkall sem verður auglýst síðar á árinu. Svo fólk frá National Science Center að koma til Íslands til að kynna kallinn og til að heyra betur íslenskar rannsóknir og áhuga og vekja áhuga og svo framvegis 21. maí og verða á Akureyri 22. maí. Næsta. Áætlun hagnýtarannsóknir sem stýrt á National Center for Research and Development í Varsjá. Þau opna líka stærsta kallið sitt á þessu ári sem eru 70 milljónir evra eða cirka 10 milljarðar. Þetta aðeins stærri verkefni upp á 1 milljón til 1.750.000 evrur og það líka 3 ára verkefni. Það verður birt forauglýsing í júní á þessu ári og umsóknir opna verður fyrir umsóknir í september og fresturinn rennur út í desember. Aftur þau þurfa að útskýra hvernig þau tengjast að minnsta kosti einum af þessum 3 helstu áherslusviðum þess tímabils og þarna verður aftur hvatt til að umsóknir sé þverfaglegar að virkja unga vísindamenn, efla samstarf út fyrir akademíuna og við erum að nota þetta hugtak valorization sem að við viljum skilgreina mjög vítt en sem sé að auka samstarf sem snýst það að auka virði rannsókna, kannski ekki gott að orða það þannig en auka samstarf út fyrir akademíuna og samfélagsleg áhrif rannsókna. Til þess að segja ykkur aðeins frá því sem að gerast líka í hinum löndunum sem líklega munu bjóða upp á eða vera með rannsóknir ekkert líklega. Við erum að vinna samningi við Tékkland. Þar verður hagnýt áætlun, hún samt með áherslu á meðal annars á félags- og hugvísindi og það verður kall þar 2027 fyrir líklega cirka 40 milljónir evra og þar kemur helmingurinn frá EA grant sem að Ísland getur verið með í. Í Portúgal eins og áður hefur komið fram áhersla á hafið og bláa hagkerfið
og þar verða 3 kall fyrir fyrirtæki og nýsköpun 27 og 1 kall fyrir rannsóknir upp á sirka 20 milljónir evra sennilega auglýst síðar á þessu ári og 2 minni kall á sviði menntunar og svo erum við á enn eftir að koma í ljós hvað gerist með Rúmeníu en vonandi verðum við líka með rannsóknarkall þar. Takk. Kærlega fyrir þetta Ásdís. Og svo það hin áætlun sem við getum aðeins kynnt gagnvart mögulegu eða gagnvart kalli og það menning. Já, það búið að auglýsa núna ákveða dagsetningu með júní með umsóknarfresti 30. september eins og í rannsóknaráætlunum og þetta eru verkefni til 3 ára og þarna yfirskriftin aukin þátttaka í svæðisbundinni menningu og listum. Það að segja að það verið svolítið að ná til dreifðari byggða. Það svona áhersluatriði og sama hátt líka áhersluatriði að vera með græna umbreytingu, lýðræði og hvað var það, þriðja? Já, og eiginfyltingu, já, það væri allavega eitt atriði sem væri þar inni í svona verkefnum. Styrkir eru talsvert háir og hafa hækkað og það sem sé að þeir verða á bilinu 100.000 evrur til 500.000 evrur og þetta kall sem verður auglýst núna 3,5 milljónir. Það fara sem sé 90 milljónir evra í menningu sem mjög hátt hlutfall. Og síðan þá bara það sem áhersla verður lögð á í þessum verkefnum að styðja bara við aukna þátttöku í alls kyns listum og menningu og þarna liggja bara öll svið undir. Á menningararfi til sviðslista, hvað við viljum kalla, það sem sé gott svið sem eiga heima þarna. Og þarna líka vera með marglega verkefni, þannig að það sé að vinna saman kannski stofnanir, skólar, menningarstofnanir, félagasamtök og fleiri. Það liggi þarna til hliðsjónar. Hver umsókn þarf að hafa verkefnisstjóra frá Póllandi, það bara eins og gerist í þessari áætlun. En það þýðir það ekki að það hægt að koma með hugmyndir og reyna að fá til samstarfs við sig einhverja aðila í Póllandi og reyna að starta hugmyndum sem eru kannski sem hvílir hjá ykkur. Og þarna sjáum við að þátttakendur eru þarna sveitarstjórnir og undirstofnanir, opinberar menningarstofnanir, listaskólar, listaháskólar, frjáls félagasamtök sem tilheyra menningargeiranum og einkafyrirtæki sem starfa í menningargeiranum. Þannig þetta vítt og opið. En síðan það sem það skipta þessu upp í outcome 1 og outcome 2. Outcome 1 verður auglýst næstkomandi haust sem svona á sviði menningararfs og þá meira svona uppbygging á húsum, gömlum kirkjum eða höllum eða hvað. Og þá kannski okkar aðkoma því meira að vera með svona ráðgjöf til dæmis. Það væri líka eitt sem í þessum verkefnum núna sem verður auglýsa í sumar að það skilyrði að hafa íslenska eða norska þátttakendur með. Þannig að við bara og það kom þarna fram að hvernig ég að finna þátttakendur að þá getum við hugsanlega ef að þið hafið einhverja hugmyndum þá þátttakendur sem þið myndi vilja vinna með, þá getum við kallað eftir því hjá okkar aðilum sem við erum að vinna með samstarfsaðilum í Póllandi. Já. Kærlega við þetta Ragnhildur og eins þannig að ástæðan fyrir að við erum að kynna þessi opnu köll sem á leiðinni þær líka að það búið undir þetta prógram að grína þarna og það búið að ákveða nokkurn veginn hvenær þessi tækifæri birtast. Það að fara að koma tækifæri í grænum umskiptum eða Green Transition áætlun en sem sagt það verður undirritað í næstu viku, prógram að grína þar. Það mjög stór áætlun og verða tækifæri gagnvart orku og loftslagsmálum og til samstarfs í Póllandi. Hugsanlega menntamálum. Já. Og menntamál einnig. Ég gleymdi áðan að minnast á Búlgaríu, svokallað local development. Þar eru tækifæri fyrir sveitarfélög og svona aðila sem að vinna svona nálægt aðilum í
sveitarfélögum, borgum og bæjum og þar eru tækifæri og það munum við vinna svolítið með Samband íslenskra sveitarfélaga. Takk kærlega fyrir það. Fundatíma að ljúka. Við erum og Andrés búin að vera iðinn að svara spurningum á spjallinu. Við höfum tíma fyrir 1 til 2 spurningar. Ef einhver vill koma einhverju áríðandi að, þá þetta að setja upp höndina. Já, en svona fyrsta klukkan að slá 10 og takk fyrir að venda þetta. Já, þá eru sem sagt, ætlum við bara að þakka kærlega fyrir þennan fund og eru sem sagt okkar tengi upplýsingar. Það að hafa samband, já, ég segja Helgi Sigurðsson með höndun uppi. Við kannski fáum þá eina spurningu í endan og lokum svo. Heyrið í mér? Já. Glæsilegt. Ég er með eina spurningu sem varðar að þá einn samstarfsaðili á að vera frá Íslandi og annar samstarfsaðili þarf væntanlega að vera frá ríki eins og Póllandi til dæmis. Það þurfa að vera einhverjum svona eins og 2 PIs eða það 1 PI og einn einhver svona co-PI í þessum verkefnum. Ég reyna að átta mig á því ábyrgðar manneskja verkefnisins í viðtöku ríkinu, sem til dæmis Póllandi og samstarfsaðilinn í Íslandi eða getur að vera öfugt. Sem sagt, eitthvað svona ákveðin strúktúr á hvar verkefni á sérstaklega að fara fram. Getur að fara fram á Íslandi eða getur að fara fram í Póllandi aðalega. Já, spurning, vilt þú svara þessu, Ásdís, eða vilt að við? Megin umsækjandi alltaf í viðtökuríkinu. Í pólsku áætlunum þýðir það alltaf pólsk stofnun. Síðan erum við með sjóð sem heitir tvíhliða sjóður sem eru minni verkefni og eru kannski ekki beint, til dæmis í rannsóknum ekki rannsóknarverkefni sem slík, en þar geta íslenskir aðilar leitt verkefni. En já, megin svarið já. Ok, takk. Og Ester með spurningu. Takk fyrir. Við höfum, við hjá Georg höfum tekið þátt í nokkru svona verkefnum. Ég var að velta því fyrir mér, eru þið að skipuleggja einhverja viðburði sem svo að þáttar geti tengst fólki í öðrum löndum, skilum mig, til að finna með þáttakendur í svona, hvað maður segja, svona eins og speed dating, networking viðburði eða eitthvað svoleiðis. Það við höfum aðalega verið að fókusa á 2 lönd og það væri gaman að sjá þess tækifæri í öðrum löndum líka. Já. Svona stuttasvari já, en hins vegar eru fjölmargar áætlanir, fjölmörg lönd og það rosalega breytilegt hversu langt hver áætlun komin í raun og veru. Það eru ráðgerðar, sem sagt svona matchmaking, gagnvart áætlunum þegar kemur að vonandi grænum breytingum líka, en hins vegar þetta ekki komið að stiga við vitum hvenær og nákvæmlega með hverjum slíkir viðburðir mun eiga sér stað. Og svo verða eins rafrænar, til dæmis beat match notað í sumum áætlunum, þannig að það bara svolítið breytilegt eftir áætlunum, en það sem að við hjá Rannís viljum auðvitað líka bara að gera að geta komið ykkur í samband við aðila og þá nýtt líka þessa leiðir í gegnum program operators og svo framvegis. Svo þetta sko almenna svarið já, það verið að koma mörgum svona viðburðum á stað, en svo það rosalega breytilegt eftir áætlunum hvort að það eigi við þá akkurat í þessu tilfelli ekki núna. Það má kannski taka fram að í Póllandi var auglýst svona study visit kall í febrúar og ég veit ekki, ég hef ekki búin að fá statistík hvað margir Íslendingar tóku þátt í því, og það var hægt sem sé að skiptast á heimsóknum eða bara Pólverjar kemur hingað eða Íslendingar færu út. Já, og það var í menningar á. Já, það var í menningunum fyrir því. Já, og í Civil Society eða borgarasjónum að þá hafa verið fundir í Ungverjalandi og verða í Búlgaríu næsta mánuði sem eru Íslendingar að fara á, og svo
planað í Tékklandi. Við höfum ekki komið með dagsetningu þar en gerum ráð fyrir að það sé í maí, þannig að ef það einhverjir aðilar þarna í svona hjálpfrjálsum félagasamtökum eða svona aðilum sem að vinna mannréttindamálum, það geta líka verið aðilar frá sveitarfélögum, hefðu áhuga á að fara til Tékklands, þá að gera hafa samband við mig og við skoðum hvort að það sé ekki möguleiki. Og að gera verið í sambandi við okkur, við munum auglýsa slíka viðburði og þau eitthvað sem hafa skráð ykkur á póstlista núna sem verður þá sértakari gagnvart þessu nýja tímabili, að þá fáið þið eins upplýsingar slík tækifæri. Og svo það þá seinasta spurning dagsins og það Anna. Hi, sorry, having issues with the technology here. So I want to understand a little bit about the other opportunities because I know we have the predetermined projects, but I want to understand if there are also open grants because I have some partners in Portugal who would like to do a green transition grant and they've been waiting for this grant to open to see if it applies because on the website it just has the different topics. Are there going to be opportunities to apply for other categories of grants within the pool this year? I sound back what she said previously about having more networking events so we can potentially meet more partners and understanding the division of funds because we need to understand how we can divide the funds between the partners because I didn't really find much instruction on the subject at the moment. So that's my two questions. Thank you. Já, takk kærlega. Varðandi og þá sértækt Portúgal í grænum umbreytingum verið dræmt í áætlun samstarfsaðila en það áætlun í grænum umbreytingum í Portúgal og við bara höfum ekki alveg upplýsingur hvar hún stendur en hins vegar má gera ráð fyrir og það á seinasta tímabili þá var talað að 98% af fjármagni færi í opin köll. Það grunn í raun og veru leiðin til þess að fara í samstarfsverkefni. Það til eitthvað sem tvíhliða sjóður og svo það sem eru þá fyrirfram ákveðin verkefni en langmest fer í opnu köllin og þessar auglýsingar á eins og þessum stóru köllum sem hafa verið að birtast núna eða við hafa verið kynnt núna gagnvart til dæmis rannsóknaráætlun í Póllandi. Þar svolítið kjarnatækifærin sem við viljum leggja áherslu á og þá svolítið óháð í raun og veru hvaða viðtökuríkja á við og kannski líka til að setja í samhengi við þetta sem að tala með matchmaking og ég segja spurningar undir póstlistan þá í raun og veru svolítið mikilvægt að fylgjast með akkurat núna þegar þetta að fara á stað af því að stóru verkefnin fara snemma á stað af því að þau taka tíma. Svo það áætlanir sem að fara að koma inn með mjög stóra hluta af sínum fjármagni strax í fyrsta kalli. Og þá til dæmis varðandi grunnrannsóknir í Póllandi, þá fyrsta kallið 50 af þeim 60 milljónum evra sem að áætlunin hefur í heild sinni, eða sirka bát, það aðeins meira, hærra en 60. En þetta eru stærstu hlutarnir sem að fara í vinnu sem fyrst. Svo að við bara svolítið hvetja ykkur til þess að fylgjast með hjá okkur og sem sagt þið sem að skráðu ykkur á póstlista núna við skráningu á þennan fund, þið munu fá eins upplýsingar frá okkur þegar kemur að tækifærum og við munum og það verið að uppfæra nýja vefsvæði á Ísland.is gagnvart þjónustuhlutverki hjá Rannís á Íslandi fyrir uppbyggingarsjóði EES og þar verður eins hægt að skrá sig á póstlista í framtíðinni. Ég held að með þessu að þá þökkum við bara kærlega fyrir okkur og við viljum bara leggja áherslu á það að við vonumst til þess að sem flest ykkar sjáu tækifæri í því að fara í samstarfsverkefni í uppbyggingarsjóði EES á nýja tímabilinu og ekki hika við að vera í sambandi við okkur hjá Rannís hvernig við getum vonandi orðið ykkur að liði. Við bara þökkum kærlega fyrir.